Páll Viðar Gíslason, Palli, ef við segja stórmeistara jafntefli rokinu og kuldanum á Þórshöfn í dag, erum við sáttir í úrslitin? Nei, við viljum alltaf 3 stig á heimavelli og mér fannst vera moment í þessu leik sem við hefðum getað klárað það, en það tókst ekki. Þetta voru svolítið ólíkir hálfleikar, við vörðumst þétt og vel með vindinn í fangi í fyrri hálfleik og breyttum svo aðeins í seinni og settum aukamenn fram, en við fengum svo okkur markið til horn sem að þetta truflar, slemmt á þessi markið til horn og náðum bara að skora 1, þannig að ég er auðvitað fúll að það bara henni gerst í dag, en að samanskapi verið að virða þetta stig, finnst að við lentum undir og fyrir geggjuðu liði IBVF. Það er náttúrulega við erum að koma úr 2 leikja taprinu, þannig að okkur þyrsti í og við þráðum þessi 3 stig. Við vorum líklegri, fannst mér, að bæta við þegar við vorum búin að jafna hérna í síðari hálfleik, en það gekk ekki upp. Nei, það gekk ekki upp, en ég held að hafa nú sést að það var annað lið sem langaði meira að fá sér 3 og fljótlega eftir jöfnunarmarki okkar þá sá maður að þeir voru sáttir að mínu viti eðlilega með stig héðan úr þorpinu og þannig að já, ég er sammála að við vorum kannski nærri því, en erum ennþá ekki alveg kannski nógu klókir og skipulegir og aggressífir við bóksið þeirra, en vonandi kemur það bara í næstu leiki. Það er stutt í næsta leik og það eru nágrannar okkar hérna Tóni Greinvík, magnamenn sem koma á Þórshöfn. Það verður eitthvað. Já, ég meina gaman að fá heimaleik aftur og vonandi verðum við klárir í að ná í þau stig sem eru í búið heimleik. Það er að það stefnu við hverjum einasta leik, sama hvað sem hverju komi heim svo. Það er náttúrulega þó svo að magnamönnum hafi ekki gengið allt og vel, þá þurfa menn að vara sig. Ég meina við getum verið okkar verstu óvinnir og við höfum kannski sýnt það í gegnum tíðina margofta. Það á ekki að skipta máli þannig að við hverjum út að spila ef þú sjálf ekki klára, þá þýðir ekkert að klóra sér í hausnum og kenna einhverju öðrum, og þannig að það er fyrst og fremst að við þurfum að vera klárir alveg sem við hverjum að spila með, og við erum að reyna að fókusa á þetta þannig að við byrjum vinning fyrir öllu sem kom hingað, en ef við erum í okkar gír og leggjum okkur fram og erum aggressífir, þá viljum við 3 stig heima saman móti hverjum er. En þó svo við höfum viljað, eins og þú segir, fá þessi 3 stig, þá er þetta kannski þegar eftirstaði ekkert svo óskaplega ósanngjarnt þetta jafntefli. Eflaust ekki, miðað við kannski með marktækifæri kannski í einhverju tölfræði eða hornum með hverju sem er, en auðvitað er það ekki bara hér heldur víða á land þar sem að vindurinn hefur svolítið að segja hvernig hálfleikarnir þróast og þeir herjuðu kannski meira okkur tölfræðinni í fyrri og við í seinni, þannig að svo er bara stundum oft í svona happa-klappa hvorum megin mark dettur, en eflaust var einhver hrókímir ef ég segja að þetta var ekki verið sanngjarnt úrslit miðað við gangleiksins. Við erum klárir í næsta leik. Já, ég meina við þurfum að tjasla okkur eitthvað saman og vera klárir. Þetta er þétt spilað og við þurfum hefum ekkert efni á því að fara að vorkina okkur eitthvað eða væla yfir þessu. Við þurfum bara að vera klárir bara frá með koddanum í kvöld fyrir að undirbúa okkur fyrir leikinn á miðvikudaginn. Palli, gangi vel. Já, takk fyrir.